Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða öryggismál Evrópu, kannski fyrst og fremst, við Val Ingimundarson, prófessor sem hingað kominn. Það var svolítið sérstakt að fylgjast með leiðtogafundi Evrópusambandsins fyrst og svo komu fleiri Evrópuríki þannig daginn eftir í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Að mér fannst svona orðfærið að einhver leyti öðruvísi. Donald Tusk sagði til dæmis að Evrópa ætti í stríði við Rússland. Mette Frederiksen sagði mjög svipað. Þannig mér fannst svona eins og að Evrópuleiðtogarnir væru að skilgreina ógnina frá Rússlandi með svona meiri afgerandi hætti að stríðið væri eiginlega komið heim til þeirra eins og samtidig Mette að hún túlkar þessa dróna á flugvellinum sem það að Danmörk sé að dragast inn í eins og heitir núna fjölþáttastríð en ef þú er búin að segja það þá er náttúrulega stutt í það sé skilgt að við erum í stríði við hverju munur á því að vera í fjölþáttastríði eða bara í átökum á vígvellinum það er ekki eðlismunur það er bara þannig að finnst þér það að svona tónnin í Evrópu sé ákafari þetta vegna þess að menn að tala sig upp í það hvernig Evrópa hegða sér þegar það getur ekki treyst lengur upp á Bandaríkin eða þetta að ógnin að austan orðin meira afgerandi? Allavega Mette Frederiksen talaði bara drónastríð svo að þessu leyti það rétt og líka Donald Tusk og hann og Pólverjar hafa almennt verið með svona orðræðu. Það er mikið út í það náttúrulega nágrannaríki Rússlands og Úkraínu. Svo að, en ég veit samt ekki, ég meina til dæmis Merz, kanslari Þýskalands hann talar mikið að Evrópa sé í stríði, heldur að það sé ekki friður. Svo það er svona verið að þetta mjög tvírætt, þetta má orða þannig, en þetta náttúrulega, maður má túlka þessi orð og þessu svona meiri hörku í orðræðinni á þann veg að það sé verið að bregðast við þessum tilvikum, þú veist, þessum drónaferðum og líka þegar þessar rússnesku herflugvélar fóru inn í lofthelgi Póllands og hafa gert það með Eystrasaltsríki eins og það svona til að sýna einhverja svona, já, ég lít svo að þetta sé verið að bregðast meira við því heldur en að alltaf ég myndi ekki túlka það svo og frakkar líti ekkert svo á að Evrópa sé í stríði við Rússland og ekki líka eða Spánn eða Ítalía svo ég myndi ekki segja að þetta var eitthvað sem ætti víkka út á alla Evrópu að vera að tala í þessum tón og það dregur þá kannski fram ólíka afstöðu ríkjanna eins og þessu mörgum málum það akkurat þannig og Evrópuríki líta á Úkraínustríð með mjög svipnum augum það bara þannig. Ég velti fyrir mig gott að því að viðbrögð við þessum drónum að viðbrögðin ráðast náttúrulega að drónunum að einhver leyti en að öðru leyti af ýmsum öðrum þáttum og það er það sem ég var að velta fyrir mig hvað því að maður byrja að heyra það meira núna það sem að menn að velta fyrir hvernig lítur Evrópa út þegar Bandaríkin búin að draga sér tilbaka það er svo sem að ég meina fáir leyfðu sér eiginlega að orða fyrir árið síðan en við heyrum þetta alltaf meira og meira sem að menn bara teljið að vera kannski skildu okkar að velta upp þeim valkosti hvort sem að menn að segja að það sé kannski endilega staðan sem að verður en maður heyrir það meira hvort að viðbröðin séu líka merki það að Evrópa sé svona að finna sér einhverja stöðu sem án Bandaríkjanna. Það hefur náttúrulega verið að ræða þetta heilmikið innan Evrópu og líka innan NATO meðal Evrópuríki innan NATO og það er líka bara út af þessi óvissa sem hefur skapast eftir að Trump komst til valda og svo núna eru Bandaríkjamenn sjálfur að fara í gegnum einhverja endurskoðun á viðbúnaði Bandaríkjanna á heimsvísu og þá eru sumir sem munið ekki örugglega leiða til þess að þeir munu draga verulega úr hernaði viðveru í Evrópu til dæmis það eru hvað núna hvað ekki 80.000 hermenn bandarískir hermenn í Evrópu og sumir telja að þeir munu fækka þeim enn frekar og líka draga viðveru sinni á austurlandamærum Evrópu í þeim ríkjum
og bara út af því alveg rétt að það Bandaríkjamenn hafa bara sagt að beinlínis að Evrópuríkin eigi þessi lokamarkmiðið að standa undir vörnum Evrópu og aðkoma Bandaríkjamanna að því svona í loka skrefinu því þú veist einhver svona sem kallað á ensku backstop eða öryggis baktrygging einhvers konar en þá það spurningin í hverju felst hún? Það kjarnorkuvopn? Það eitthvað kjarnorkureglíf? Eða það sem núna að gera þess vegna eru Evrópuríkin svona veik í öllu þessari, þú veist, í samskiptum sínum við Evrópu, náttúrulega við höfum séð þessa undirlagi hátt gagnvart Bandaríkjunum í viðskiptamálum og líka í raun og veru þess að hernaðar yfirburði Bandaríkjamanna eru svo miklir. Ég meina það talað að 85% af öllum svona hernaðar upplýsingum og njósna upplýsingum sem berast eða með NATO séu komnar frá Bandaríkjunum. Og þetta eru svo mörgum sviðum sem Evrópuríkin eru á eftir. Það mun taka 10 ár. Það talað að það muni taka 10 ár fyrir Evrópu til að vera algjörlega óháð Bandaríkjunum. Minnsta. En eru þau á leiðinni þangað? Því að Trump til dæmis hélt ræðuna yfir hersöðingjunum. Þá var hann að tala um það að hann hefði neytt Evrópuríkin til þess að verja peningum í hernað og varnarmál og það þýddi það að það kæmi pantanir til Bandaríkjanna framleiðslu á vopnum og hann sagði keyrið verksmiðjum ykkur áfram, ég sel og sel, þið verðið að framleiða miklu meira. Og þetta akkurat þessu staði sem Evrópuríkin í sem vilja ekki gangast inn á þetta. Hvernig eiga að vera óháðari Bandaríkjamönnum með síðan gjörsamlega háðum vopn og hernaðartækni og annað í þeim dúr. Þetta náttúrulega eitt af því sem þetta ein ástæðan til þess að þjóðir að verja alveg geysilega miklum fjárhæðum núna í svona, þú veist, í gervinetti og eitthvað svoleiðis tækni akkurat til að draga svo að Evrópa verði sjálfstæðari á þessum og líka Macron hefur margótt sagt að við erum ekki að fara að endur herfaðast big time eins og er í gangi núna bara til að Bandaríkjamenn og til að kaupa öll vopnin af Bandaríkjamönnum Svo þetta akkurat vandamálið. Eins og staðan núna að þá eru Evrópuríkin mjög háðið var bandarískum herbúnaði, mjög víðum skilningi og þess vegna þarf að byggja upp þennan evrópska hergagnaðina og það sem mun taka tíma. Og við erum í einhverju svona millibils ástandi eins og bara í alþjóðamáli finnst mér. Bara núna að það sem Bandaríkjamenn eru að gera, að þeir eru að beita Evrópuríkin efnahagsþrýstingi, þeir að beita þrýstingi á grundvelli þess að þeir séu með hernaðar viðburði eða yfirburði, ekki satt? Og svo að það mun taka tíma fyrir Evrópuríkin beinlínis til að og þetta náttúrulega svona hegðun líka sem mjög svona imperialísk í eðli sínu. Og sem líka kemur inn á þetta sem að gerast í alþjóðakerfinu, við bara að fara inn í eitthvað annað kerfi. Og þá, eins og Macron orðar að við erum ekki að fara að kaupa gömul vopn af Bandaríkjunum og þá svona hugmyndur þess að hernaði sig öðruvísi núna heldur en var þegar Bandaríkjamenn byggðu upp sinn viðbúnað þó að kannski enginn efast það að Bandaríkin kunni alveg að bæta ofan á það til þess að svara kröfum nútíma hernaðar en eins og stundum eins og fólk í Afríku geti sagt að við hleypum bara yfir landlínuna og fyrir bara beint í GSM-ið og þar lendi höfum við svona ákveðið forskot að sumuleyti má heyra eitthvað svona tón í Evrópu að þetta sé kannski kostur ef við förum og skilgreinum okkar varnir og varnarþarfir. En þá þarf þetta að hafa eitthvað svona batteri í Evrópu sem að ræður við þetta. Ég veit ekki hvað tók langa tíma fyrir Evrópumenn að búa til Airbus þá var samkynnsæft við Boeing og stór hluti af því að Airbus þykir orðið bara betri en Boeing að Boeing hefur bara versnað svo mikið að þeir voru að sömur til hefni og líka svona eins og ég meina Evrópumenn voru eins og með geim-áallanir og það eru kjarnorkuveldi inn í Evrópu en þeir eru eitthvað svona langt á eftir þannig að þegar þú segir 10 ár ég myndi segja bara áratugi sem að taki Evrópu að búa til eitthvað svona getu til þess að þróa vopn og framleiða þau til þess að verða óháð Bandaríkjunum.
Já, þetta þá vandræðin þú þátt að kaupa á millitíðinu, þú þátt að kaupa gamla tónlist. Ekki endilega gamla, nýjasta. Þú kemst aldrei í að búa til nýtt vegna þess að þú eyðir þetta peningur nota mig. Já, það er akkurat sem að vera að eyða svo miklum pening. Að hluta til þetta rétt sem Trump að segja að Evrópuríkin voru að bregðast við þrýstingi Bandaríkjamanna. Og sum Evrópuríki hafa túlkað þannig að við gerðum þetta og þess vegna mun það draga úr líkum á því að Bandaríkjamenn munu draga sig alveg út úr Evrópu. Þú veist, þetta verður svona minni, þú veist, það munu kannski minnka hernaðarviðburði sína en það verður ekki til þess að þetta verður eitthvað svona algjör umskipti. Það er eitt sem er svona, en svo tölum Airbus og Boeing, það er einmitt sem hefur leitið dálítið til, svona, þetta sé svona módel sem ætti að reyna að fylgja. Eitthvað getur sett Concorde, það veit ekki verið það, en það var svona samverðurstörkefni. En þetta mun bara taka tíma og svo við tala ósamstöðu Evrópuríkja, það eru söm ríki sem svona hafa minni trú að þessum auknu hernaðar útgjöldum en önnur og svona klassíska dæmi það er náttúrulega Spánverjar sem bara er ekki tilbúnir til að gangast inn á þetta 3,5% pluss 1,5 í svona varnartengdina gæslappa verkefni. Og gera það þá, eins og stundum er sagt að það er öryggishagsmunir alltaf það sem er efst hjá hverju ríki fyrir sig og fólk og sjóðir meta aðgerðir sínar út frá öryggishagsmunum. Öryggishagsmunir Spánar eru bara allt aðrir heldur en Póllands. Og Portugals og Ítalíu líka. Og það er ekki hægt að neyða þau ríki til þess að vera með varnarviðbúnað eins og þau væru Pólland eða Íslandsríkin, eins og maður heyrir stundum hérna á Íslandi að við eigum að hegða okkur eins og Íslandsríkin eða Pólland af því að fólki þar óttast svo mjög ógnina í austri en við erum bara ekki á því svæði, við erum eiginlega betur settur heldur en Spánverjar, betur settir. Þannig að ef að Evrópa á að taka algjöra stefnubreytingu til þess að sjá eigin varnir, engin efast kannski að Evrópa verður að hafa sameiginlegar varnir, eða hvað? Nei, það er spurningin aftur á móti. Austurríki bjargar sér ekki eitt. Nei. Það er ekki NATO, ég nefndi það. En svo spurningun alltaf mun koma líka upp, sérstaklega ef að það er verið mjög fráleitt að sjá hvað kemur út úr þessar endurskoðun Bandaríkjamanna og það er hérna sem heitir Colby sem var varnarmálaráðherra eða stríðsmálaráðherra, ætla ekki núna og hann hefur verið mjög gagnrýninn á Evrópu og hefur viljað bara að Bandaríkjaman ætti að einbeita sér að þennu raunverulega óvinni sem er Kína og láta bara Evrópu með sjálfum og heldur ekki, hann hefur líka verið svona gagnrýninn á svona ræddur að Bandaríkjaman ætti að skipta sér meira aftur af Miðausturlöndum og svoleiðis. Hann vill bara, en hann hefur tapað nokkrum svona slögum út af því. Svo að það er ekki alveg víst hvað hann er áhrifamikill, en hann fer fyrir þessu og ég get þess vegna ímynda mér að sem er Evrópuleitar séu ekki hrifnir af því út af hvað hann hefur gagnrýninn á Evrópu. En það sem líka kemur inn á þetta er einmitt að koma einhverju leið það sem kemur út úr þessari endurskoðun og líka bara svona hvað verður úr þessari stefnu Trump almennt er að koma einhverju leiti mun bara NATO lifa áfram, þú veist þá bara svona evrópskt form eða hvort Evrópusambandið muni koma með einhverju sterkari krafti inn í þetta og meðan Bandaríkjamenn eru í Evrópu og þá eru með þú veist að nefna Pólland og þessi ríki þá vilja þau hafa náttúrulega Bandaríkin eins þétt að þessir og þau eru til að gera nánast hvað sem eftir þess og vilja þess vegna ekki vera að lyfta mjög mikið Evrópusambandinu á þessu sviði. Þangað til að niðurstaðan verður svo að það kannski er ekki í boði Bandaríkin draga sér tilbaka að þá verða þessi lönd að breyta afstöðu sinni og sættast við einhvers konar hernaðar uppbyggingu sem er byggð á Brussel. Og svo er líka það sem er að gerast í dag út af því að það er náttúrulega út af hvernig bara Trump hefur hagað sér og hver stefna Bandaríkjamanna hefur verið svona óáreiðanleg er að þá eru sem Evrópuríki að huga að eigin viðbúnaráætlunum innan NATO enn sem komið óháð Bandaríkjamanna. Það byrjaði að plana þannig. Þú veist að ef það verður stríð eins og Rússlandi eitthvað líka þá verður það, þú veist, Evrópuríki stríðið við Rússland að þá
verði bara að vera með sín eigin áætlanir. Það verður bara hverju sjálfum sem mestur. Já, þetta sé þannig. Sem svona finnska aðferðin. Já, þetta fer ekki mikið fyrir þessu, en það kemur ekkert óvart, þessu sem ríki að hugsa svo. Þetta mætti kalla finnsku aðferðina sem að Finnar leggja svolítið upp úr því að þeir geti varið sér sjálfur. Já, og bara breyttu náttúrulega eftir að kaldastríðinu lauk, þá breyttu þeir engum í sínum vörnum. Þetta voru svona landvarnir sem beindust gegn einu ríki. Þannig það eru ólíkir hagsmunir í Evrópu, en að því að við erum að tala um Trump, þá þetta, eins og þú ert að nefna aðstóðar stríðsmálaráðherrann, hann að enduróma afstöðu sem mjög rík í Bandaríkjunum, og þetta með að Evrópa eigi sjálfa fjármagna sína eigin varnir orðræða, eins og maður getur orðað, sem að Trump hefur unnið. Ég held að það sé bara almennt viðurkennt í Bandaríkjunum. Fyrir þann tíma þá kannski horfðu menn á það að Bandaríkin væru með viðveru í Evrópu og væru virkir í vörnum þeirra vegna þess að þeir fengju annað í staðinn sem þeir fengju þessar bandalagsþjóði með sér sem þeir þyrftu á að halda í alþjóðakerfinu. Trump talar eins og hann þurfi ekki á því að halda, hann ætla bara að reka sitt stórveldi sjálfur, hann þarf ekki á Evrópu að halda vegna sann, í fyrsta leið þá hefur hann ekkert sérstaka trú á Sameinuðu þjóðunum eða alþjóðlegum stofnunum. Þannig að svona það að eiga svona bandamenn í einhverju slíku er minna atriði í hans huga heldur en veriður. En það þetta með að Evrópa verði að sjá eins og sjálft, ég held að það sé bara, ég myndi ekki halda að það kæmi næsti forseti í Bandaríkjunum sem myndi snúa þessu við. Þetta bara stefnubreyting sem hefur orðið og það var ekki bara óskhyggja fyrir Evrópu að halda að við bara bíða Trump á okkur. Jú, það var náttúrulega þannig brugðust Evrópuríki við fyrsta kjörtímabili Trump að þetta væri bara eitthvað óeðlilegt, eitthvað er í gangi, en nú er þetta gerist í annað sinn og þá er ekki þetta að taka svona séns aftur, sko. Svo þeir verða alltaf, Evrópuríki verða að gera, leiðtogar í Evrópu verða að gera ráð fyrir þessu. Þetta verði einhvers konar, þetta haldi áfram með einhverjum hætti, sérstaklega repúblikanar verði stjórn. Nú, en sko, þetta er alveg rétt að hann lítur eiginlega á svona alþjóða kerfið og líka bara sem eitthvað svona fyrirtækjarekstur, eins og ég segi. Þetta er að hann vill sem sagt alveg líka og það eru svona hugmyndir til dæmis í kringum, hann ráðgjafar í kringum Trump sem eru með svona hugmyndir eins og segja að það er ekki búið að samþykkja svona áætlanir, en svona að segja, jú, við skulum að nota öryggistryggingu Bandaríkjanna sem alltaf verið svona límið í NATO, alltaf alveg frá upphafi, að nota svona efnahagsmeðul og eða bara fjárkúun í sjálfu sér, gagnvart Evrópu til að veita þessa tryggingu og til dæmis eins og það að segja, já, við sem sagt við erum tilbúin til að veita einhvers konar öryggistryggingu í formi hvernig sem hún verður, það er þetta skilgreina hana, en með einu skilyrði að þið sem sagt, já, bara kaupin alltaf vopnin öll frá okkur og líka sem sagt að þið sitið 100% tolla á vöru frá Kína eða frá Indlandi, eitthvað svoleiðis, fara að tengja svona mál með beinum hætti sem er náttúrulega líka mjög imperialist, eins og ég segi. En þetta, svona hugmyndur er í gangi meðal ráðgjafans, þetta hefur ekki verið samþykkt, en þetta er svona eins og þetta verið kallað á ensku svona hvernig hann hagar sér, svona transactional. Þetta er allt gengur út á business, svona viðskipta, þú veist, og bara fá eitthvað út úr hlutunum, þú veist, gildi skipta einhver máli í þessu, sko, bara, það snýst allt þetta. Nei, það var náttúrulega sem var áberandi í þessari ræðu. Fyrir utan það hann ætlaði að setja herinn á innri óvinnin í Bandaríkjunum, að það var þetta, hann var ekki bara að tala um Evrópu, heldur en hefði líka verið að selja Sátonum 72 þotur og var að nefna, og hann ætlaði bara að halda áfram að fara um heiminn og þið verði bara framleiða meira því að þetta verður stór innspýtingin í bandarískan efnahag og þá bara að fara að reka hermátt Bandaríkjana sem business. Bara eina stóðunum, ef við erum í Íslandi þá myndi við setja að vera eina stóðunum undir efnahagslífinu. Þetta hefur oft verið það, reyndar þetta náttúrulega langstærsti vopnasali heimsins. En yfirvarpi hefur verið að gæta af einhverjum friði eða öryggi. Þetta er alveg snúa við, þetta er bara orðið business. Já, alveg hreitt business. Já, til sannsvega að færa. En NATO án Bandaríkjanna, hvað gæti það verið? Eða án þessar öryggistrygginga Bandaríkjanna?
Ég held að svona Evrópuleiðtogar sé ekki komnir þangað. Þú veist, það sé ekki þannig. Þú þurftir eiginlega uppfinna NATO, NATO eiginlega bara smíða í kringum Bandaríkin. En náttúrulega, það sem við erum að sjá í dag alþjóðakerfi, það sem Trump hefur sett sér það markmið að brjóta það niður. Það alveg, þú veist, það þetta kerfi sem að koma á fót, einhverjum fyrir tilstilli, mjög miklu leyti fyrir tilstilli Bandaríkjamanna, núna orðið mjög veikt. Og það vegna svo Sameinuðu þjóðirnar og þessar stofnanir í kringu það. Og þið sjá þetta þessa nýja áætlun Gaza, hvar eru Sameinuðu þjóðirnar? Það alveg, þú veist, ekkert inn í myndinni, ekkert inn í myndinni sem algjörlega andstöðu við öll svona tímabundnar umboðsstjórnir, þú veist, þeir eru að fara inn í lönd eftir stríð eitthvað. Það verður að hafa umboð eitthvað frá. Já, ég að segja, alþjóðalög og svoleiðis. En þessi hefur bara umboði frá Donald Trump. Já, einmitt, það hvort sem bara formaður ráðsins. En já, það sem að gerast þetta, hann hefur sett sér þetta markmið, hann að brjóta niður þetta kerfi. Og en við sjáum samt margar stofnanir, þær eru ennþá á lífi. Þú veist, þessar stofnanir eru ennþá á lífi. Mér finnst það svona eins og Antonio Gramsci talaði interregnum. Hann talaði svona millibils ástand. Þú veist að gamla kerfið orðið ofboðslega veikt og komið mjög mörg sjúkdómseinkenni fram sem sjást. En það ekkert nýtt kerfið hefur fæðst. Og við erum á þannig stað núna. Einhvern veginn. Og við erum með NATO alveg í gangi og það þú veist, og menn tala, þú veist, eins og oft í gömlum frösum NATO, en það svo augljóst þess hvernig Trump hvað línu hann með, að það ekki að líta á þetta sé eðlilegt samband lengur og samstarf við Evrópuríkin. Svo að ég lít svo á, þetta svona, og svo er hann líka náttúrulega hóta aðildarríkjum eins og Kanada. Þú veist, eins og gerði upphafi forsetatíðar sinnar, þú veist, að gera Kanada 51. ríki. Það nefndi það í þessar ræðu sem ég að vitni í. Já. Það væri miklu sniður að Kanada væri bara 51. Já, akkurat. Og svo náttúrulega Grænland, þú veist, og það var náttúrulega beinist náttúrulega líka gegn Danmörku. Svo við erum að sjá svona eitthvað kerfi, þú veist, og þess að minnast á þetta eitthvað svona afturkvarf til einhvers konar heimsvaldastefnu, og veist, það verið svona eitthvað 19. aldar eitthvað svona afturkvæði 19. aldar heimsvaldastefnu, en á meðan þetta gamla kerfi enn við lýði sem var stofnað eftir seinni heimsstyrjöld. Svo það takast á í raun og veru þessar tvær hugmyndir og svo þurfum við bara að sjá hvernig þetta endar. Það veit engin ef að gamla kerfið dautt, þá getur einhver sagt að það sem að fæðast bara það sem að verða til svona í kringum BRICS, og það sem að sést til dæmis í því að þegar að vesturveldin og Bandaríkin sitja viðskiptaþvinganir á Rússland, að þá getur Rússland haldið áfram vegna þess að það eru bara sterkir aðilar í heiminum aðrir. Við lifum ekki einpóla heimi, þannig að þú getur beinir bara viðskiptunum og annað. Já, það eitt sem gerist, ég veit ekki hvað BRICS sterkt í dag. Þú veist, og það náttúrulega líka, þetta ákveðið mótvægi við aðalega við Bandaríkin, en líka við vestræn-ríki, og vestræn-ríki eru samt sterk, þú veist, alþjóðavettvangi, svo ég ekki alveg sem að þetta muni komið í staðinn. En aftur á móti það getur komið til hliðar já, nákvæmlega, ég er sammála því þetta er að vera svona fjölpóla heimur og þetta er svona, og sérstaklega eins og þessi samningar sem Bandaríkjamenn eru að gera núna við ýmis ríki eins og Suður-Kórea og Japan og tolla og allar þessar tollahækkanir og svona og tilslaganir eitthvað svoleiðis. Men ég meina, svo segja menn þeim sem Suður-Kórumenn eftir að það verið gert, þá við tölum einhverjum svona embættismenn sem segja, við gefum okkur þessi tilvíðlega, en svo bara beinum við viðskiptum annað. Svo þetta er líka með fara að gerast. Við ætlum ekki að fara að gangast inn á þetta og stórt tap á þessu kerfi sem er að reyna að koma á.
Svo þetta mér líka gerast. Hann ítir eftir því að viðskipti leiti hana. Leiti hana, nákvæmlega. Það sama má segja að því ég nefndi þannig að það hefði verið að stæra sig að því að selt 72 þotur til Sádi-Arabíu sem ég náði ekki alveg hvort það væri svo frágengið eða hvort það væri svona óskikja hjá honum. Að Sádi-Arabar eru með varnarsamning með Pakistan sem er kjarnorkuveldi. Þannig að Sádarnir eru að leita einhverjum öryggisleiðum sem eru sko framhjá Bandaríkjunum því það er ekki lít samband á milli Pakistan og Bandaríkjana alltaf. Nei, það er með þessi nýlegi samningur um kjarnorkureglíf sem Sádi-Arabar vildu frá Pakistan. Já, og svo er þetta líka mjög áhugavert. Ég get sagt svona en sem sýnir hvernig ástandið er í raun og veru er að ég var á ráðstefnu í Rúmeníu og þar var fréttamaður frá New York Times í einhverju pallborði og hann var að segja 2 sögur frá Trump, af Trump. Hann hafði verið alveg í hans svona nánastu umhverju og verið með honum í Air Force One hann var búin að verið með alls að fréttamenn í Hvítahúsinu og svona tengist og hann var að segja það að þegar einsagan er frá fyrra kjörtímabili Trump og hún er svona að þegar hann kemst í valda og hvernig hann talaði þá NATO sem var náttúrulega mjög svona var svona vakti upp mjög svipuð hughrif og núna eftir að komst aftur til valda og svo þegar hann fer í svona fyrstu ferð til höfuðstöðvar NATO, nýrra höfuðstöðvar NATO og þá hafði New York Times verið að reyna að kanna það með að hafa samband við allskis fólk í kringum hann, hvað hann myndi segja hvort það myndi svona ítrekka eitthvað skuldbindingu Bandaríkjamanna gagnvart Evrópu og eitthvað svoleiðis eða og svo komst blaðið því eftir að tala við fólk alveg kringum með þess að séð einhver sem hefði séð ræðun hans hann sagði, já, hann mun gera það þetta er svo New York Times kemur með frétt bara sem er svona mildileg orð og þess að líkur á því að Trump muni segja þetta í dag hérna í Brussel svo kemur Trump í höfuðstöð NATO og bara gengur bygginguna það er allt á hornum sér og þetta er sem íburður og þetta það er allt og dýrt og eitthvað svona og hann hefði getað reist þetta hús fyrir miklu minni pening og þetta gengur ekkert út á annað en bygginguna sjálfa og svo þegar hann heldur ræðra það var ekkert minnst á þessu skuldbindingu sko annað sem sýnir sko, þú veist, að þetta er þú veist, það er alltaf verið punkturinn að þessi, það er alltaf verið að gera ráð fyrir að þetta sé eitthvað mjög svona rassjónlega, svona skynsemis svona hugmyndir allstæðir, að lokum mun hann sjá ljósið og þetta eitthvað svona það er svo svona bara maður get ekki séð þetta fyrir og annað dæmi er hérna Indland nýlegt, þú veist, það er náttúrulega allt í uppnámi í samskiptum Bandaríkjanna og Indlands eftir að hann setti 50% toll á Indverja og þá var það þannig sko að menn svona litu svo, já, ástæðan til þess að hann gerir þetta er svo að náttúrulega Indverja komið sér undan þessum refsiaðgerðum með, þú veist, bara keyptu ódýra rússnesku olíu sem náttúrulega sem Vestarríki höfður þrýst verðin á í kraft þessara trygginga og eitthvað svoleiðis tryggingafélag og svona og hann hefði síðan og þessi bara refsaði þeim fyrir það þá, nei þetta hefði ekkert með það að gera þetta hefði með það að gera að Trump hringdi í Modi og sagðist og talaði um það hvað hann hafði lagt mikið til þess að náði samkomulag milli Indverja og Pakistana að láta að þessu vopnaskaki sem hefði verið þarna í stuttan tíma í sumar þá segir Modi við hann þetta var ekki þannig, við bara sættumst við bara leiðtogaríkina bara komst að þessu niðurstöðu sjálfur eins og áður hefur gerst já, nákvæmlega og þá nota samt tækifærið en ætlar samt ekki að leggja það til að ég fái Nóbelsverðlaun friðarverðlaun Nóbels segir Trump við Modi og Modi tekur ekki vola vel í það hann er að refsa honum fyrir þetta símtal þetta er það sem hann er að segja þetta er oft sko svona ástæður hvernig ástæður til þess hvernig ákvarðan að taka er þarna er svo óundrænilega
Ég var eitthvað að reyna að lesa indversku pressuna sem nú stór og mikil, stærsta dagbladaútgáfa í heiminu líklega. En þar eru menn að tala þessar refsitolla að þetta snúist ekkert Rússland. Þetta bara verið að er í tolla leikur í viðskiptasamningunum þar sem að Trump að reyna að fá eitthvað betri díl. Og þar tala menn að þetta, þannig menn vita bara ekki hvað maðurinn að meina. Það ekki alltaf ljóst. Og sömuleyti þá eins og með Kanada og Grænland þá kastar hann eitthvað svona fram. Kannski verður bitið á þetta einhvern veginn og það verður eitthvað úr þessu. Hann talar svolítið svona eins og svona svörum öðru, þessi bara kanna áhrifuna í salnum og ef að salnum tekur vel undir Grænland þá bara keyrum við á það. En ef það ekki, þá bara ekki færi á að gera það núna. Stundum finnst manni að hann tala þannig. Það bara að leita að einhver lausnum sem að kannski er góð aðferð, ég veit ekki það, þegar það svona mikil degla í heiminum. Og sömuleyti finnst manni að Evrópa gæti kannski hugsað svona opnara hver væri sín staða í margpóla heimi. Þú nefnir Evrópa var með þrýsting á Bandaríkin að setja refsitolla á Indland og Kína, en þá sem að var í viðskiptum við Rússland. Og Trump snýriði við og sagði viljið ekki bara byrja með Kína. Og maður sér ekki alveg að Evrópa sé eiginlega í stöðu til þess að fara út í viðskiptastríðu við Kína. Raunveruleg stríð við Rússland, eitthvað svona kuldasamband við Bandaríkin, að Evrópa verður einhvern veginn endurskilgreina hverju sín staða í fjölpóla heimi. Algjörlega og sérstaklega ef Bandaríkjamenn halda áfram þessari braut þá það augljóst. Það vont að vera leppríki ef að svo sem heldur í tauminn farin. Já, en svo vilja þau kannski gera Evrópusamband að einhvers svona leppríkja sambandi eða einhvers konar undirmálssambandi eins og ég segi með því að neyða þá til að gera einhverja samninga við Kína og Indland til þess að halda Bandaríkjunum bara við erum til að láta okkur öryggistryggingu á þessum tíma ef þið gera það sem við viljum í efnahagsmálum sem hendar okkar þjóðarhagsmunum. En þá ekki líklegt að þá klofnir svolítið á milli Evrópuríkjanna? Sjálfsögðu. Það voru kannski Eystrasaltslöndin og Pólland sem væri til að gangast inn á þetta. En ekki Frakkland, ekki Spánn, ekki Ítalía, ekki Portúgal. Og raunverulegt við að vera í þeim hópi því að við erum langt frá Rússlandi. Ég veit ekki alveg áttur á því hvar við erum í þessum hópi. Við stundum erum við að fylgja Eystrasaltslöndunum og Norðurlöndunum. Aðalega Norðurlöndunum. Mér finnst svona retóríkin, við tölum Úkraínu, þá það svona, mér finnst hún svona samhljómið þar mikið. En það náttúrulega allt, samt einmitt að benda á, auðvitað staða Íslands önnur, allt önnur heldur en sumar þessari Finnlands og Svíþjóðar og annarra Norðurlanda og við getum orðað að tengst þessara landa við Eystrasaltslöndin eru miklu meiri heldur en okkar. Sömuleyti bankakerfi í Eystrasaltslöndunum stórleiti sænst og þar fram eftir göttunum og viðskipti við Finnland við Eystrasaltslöndin allt önnur. Þannig að sömuleyti erum við að fylgja sjónarmiðum landa sem hafa ríka hagsmuni á að taka undir sjónarmið Eystrasaltslanda. Þetta líka held ég dálítið ríkt náttúrulega Íslendingar að líka fundi fyrir því að það ókyrrð hérna líka, veistu, og Grænland og svona. Ég meina fólki líður væntanlega ekkert voðalega vel út af þessu og hvernig þið talaðu þetta. Það er aðalega ekki talað um Íslensk stjórnvöld þetta bara eiginlega getur ekki rætt þetta mál. Þannig það raskar svo mikið út af orðræðinni. En líka svo reynda Bandaríkjamenn ekkert verið að blanda Íslandi inn í málið. Svo það er ekki kannski en svo lengi sem það gerist að þá kemur þetta ekki upp á yfirborðið við sama hætti. En það getur breyst ef Ísland er blandað í þetta. Eitt sem að vera að tala áhrif Rússa á ógnin af Rússum. Það er náttúrulega að tala þess að dróna og svona, svo líka afskiptið af stjórnmálum innan Evrópu. Og þá lendum við svolítið í svona sérstakri stöðu að það voru kosningar núna í Tékklandi þar sem að svona líkur á því að Tékkland gæti þá farið á sveif með Ungverjalandi og fleirum sem að væru svona skeptísk á harðari viðskiptaþinganir, skeptísk á að taka gjaldeyrisvaraforðan úr belgísku bönkum og þar áttu góðum. Og þá er verið að tala að Rússarnir séu að reyna að hafa áhrif á Evrópu og ef ekki til þess að hafa bein áhrif á hver kemst þið valda, þá að valda einhverjum bara óróa í þessum löndum og með
ég vil menn vísa til þess að það sé byggt á persónulegri reynslu Pútín sem að horfði á Sovétkerfið falla þegar hann var í Austur-Þýskalandi. Þannig að hann hefur séð kerfi falla skyndilega og út af að það enginn sem að vill eiginlega halda því uppi, þá bara reynur það. En það sem sérstakt að ríkisstjórn Donald Trumps eiginlega að styðja sömu stjórnmálaöflin í Evrópu og eiginlega með sömu orðræðuna gagnvart Evrópu að gömlu stjórnmála Evrópuna dugi ekki. Þau séu endurspegla ekki vilja almennings, að þau sem haldið á floti með svona skoðanakúgun og öðru slíku og þetta eiginlega sömu ef við myndum nafna til Pútín og Trump og byrja að velja hvernig myndu kjósa í Bretlandi, þau myndu nefna sama mannin, í Frakklandi sama mannin, Þýskalandi sama flokkin. Þetta náttúrulega Þetta það kaldhæðnin í þessu og hófst náttúrulega strax þegar Vance hélt þessa ræðu þarna og öryggismálaráðstefnunni í München. Það sem hann einmitt að bara lyfta AfD og það tala Tékkland. Babic hann svona miklu skeptískari á aðstoða Úkraínu og líka að taka við flóttamönnum. Það eitthvað svoleiðis En hann ekki, hann einn ríkasti maður Tékklands og hann á mjög mikið undir evrópskum fjárfestingum, svo hann mun ekkert gera sem mun veikja það. Og hann hefur sagt það sjálfur að þetta ekki spurning það að fara eitthvað að binda trús Tékklands við Rússland eitthvað svoleiðis Svo hann aðeins, ég sé þetta dálítið mun og honum allavega Orbán. Þú veist Orbán gengur miklu lengra en samt, þetta líka Tékkar gengur svo langt í hináttina áður en hann var kjörinn svo þetta væntanlega mun hafa mikil áhrif bara að hann skyldi hafa verið kosinn svo að, en ég veit ekki það hefur verið að tala eitthvað svona bandalag þessara þriggja þarna Orbán og hvað heit hann í Slóvakíu kemur og Babic og en ég veit ekki en það má heldur ekki gleyma því hvernig Orbán talar en hann talar ideologist talar hann, Fico heitir hann í Slóvakíu að hann talar ideologist talar nefnitt svona margt svona þessi þjóðernishyggja hans og bara þessi gildi og svona gegn vestrænum svona gildur sem hann telur að hafa gengið miklu lengra og eitthvað svoleiðis en hann má heldur ekki gleyma að þetta eru líka rosalega svona efnahagslegir hagsmunir þetta er landlugt land Ungverjaland og það er ábúðslega háðir Rússlandi svona orkuöflun og svoleiðis svo þetta er líka það sem svona rekur hann áfram en þetta ég algjörlega sammála og hefur akkurat verið að hugsa þetta hvað þetta er áhugavert að þetta eru sömu bandamennir hann talar svona ekki gegn talar ekki svona Trump gegn svona kannski, hann ekki að segja að ég með Le Pen á móti Macron hann ekki beinlínis að segja en Elon Musk mætir á fundi í Bretlandi og ég meina Farage mikil vinur Trump og sömuleyti hann og margt í bresku stjórnmálum svolítið, finnst manni stundum vera eiginlega innflutt frá Bandaríkjunum svona áherslan Nei, þetta er málið og þessi frasi þegar við erum að leita bandamennu sem kom frá Trump-liðum við erum að leita bandamennu við erum að leita að svona siðmenningarlegum bandamennum það er að segja með þessi gildi þeirra gildi þú veist og það er Orbán og fleiri og Meloni hefur náttúrulega verið á fundum hjá Repúblikaflokknum og verið svona í Bandaríkjunum kynnt sem stuðningsmaður Trump þó að kannski svona hennar stefna hún að reyna að finna einhver svona innstigi algjörlega einhver brú á milli Evrópu og Bandaríkjana svo hún ekki svona stíl við Le Pen eitthvað svoleiðis en og hún að spila þetta þannig að hún er algjörlega á móti stendur með Úkraínu í Úkraínustríðinu og alveg þar og ég meina meðan margir þessar róttæku hægri flokka populistaflokka þeir hafa verið mjög svona bara gagnrýna Úkraínu það er hún ekki
og hún hefur líka tekið upp svona margt svona bara þessari gamla hægri, hún svona að blanda saman gamla íhaldssama hægri og þessu nýja populist róttaka hægri. Það einhver svona blanda líka bara í pólitíkinu og ideológínu. Já, bara ríkisstjórnin hennar líka samsett þannig til þess að Salvini væri að leiða ríkisstjórnina, þá væri það líklega líkari Orbán. Hann ætlaði nú að búa til bandalag á milli Orbán og réttar í Pólandi og var einmitt fór til Bandaríkjanna og var að kynna það, þetta væri sömu átökin og republikanar ættu í Bandaríkjunum sem væri það að draga úr vægi Washington og þá Brussel og auka vægi þjóðríkjanna og þá með fylkjanna. Það væri samskonar barátta sem væri lýðræðisbarátta. En hún hefur ekki enn mist vinsældir mikið. Hún var bara að vinna í tiltölulega litlum sveitarstjórnarkosningum bara daginn. En svona almennt hefur hún haldið fylginu og ég held að eina ástæðan sé svo einmitt að hafa hún svona skýrskotaður til fleiri óbæð ekki bara þú veist, eitthvað svona ólíkt Salvini. Þú veist, það fylgja hans hefur náttúrulega raunið. Já, það eru bara tveir leiðtogar í ríkisstjórnum Evrópu sem að vaksa í skoðanakönnunum. Það Meloni og Kristersson Frostadóttir. Ég held að allsstaðar annars staðar eru nýru. Já, ég held að til dæmis fylgi flokkana sem standa á bak við dönsku ríkisstjórnum sem komið niður í 30%. Það virkið? Þannig þetta fylgi verkamannaflokksins í Bretlandi komið undir 20%. Nei, og Macron í Frakklandi er í einhverju, hann getur ekki náð saman ríkisstjórn, Þannig að það eru víða í þessu löndum þeir sem að ráðamenn í rosalega veikri stöðu innan lands. Það mikil mótmæli í Bretlandi, í Frakklandi og Ítalíu reynda líka sem að tengist reynda Palestínu. En eins og oft þegar það verður svoleiðis rót þá getur mótmælin breytt karakter. Algjörlega. Fleiri komið inn í svona og tengja saman ólík mótmæli getur allt svoleiðis gerst líka. Þá horfum við kannski á Evrópu að því að við erum að tala að það eru ólíkir svona öryggishagsmunir í austri og vestri. Það ólík svona lýðræðishefð, það minni lýðræðishefð í austrinu og kannski eru þau lönd veikari fyrir svona Orbán-leiðinni eða Erdogan-leiðinni eða Trump-leiðinni sem er svona kosin leið til fasisma. Það sem að í krafti þess að þú varst kosin að þá beygir háskólakerfið undir þig og fjölmiðlana undir þig og smátt er þetta orðið að eitthvað svona löndum eins og þessi tvö. Við erum með mikið róstur og félagslegan óróleika inn í öllum þessum löndum sem að sömuleyti snúast innflytjendamál en að sömuleyti er þetta náttúrulega afleiðing af stöðnun, efnahagslegri stöðnun í Evrópu, eiginlega frá COVID og Úkraínu og mikið áfall að missa ódýra orku og nú hvati á að fara út í einhverja svona viðskipta stríð með Bandaríkjunum sem að kannski horfir ekki vel við í Bandaríkjunum. Fyrir Evrópu. Þannig að Evrópa að sömuleyti þó að stundu sér talað að hún aldrei verið sterkara eins og þú kannast við fljótlega eftir innrásin í Úkraínu, þá var sagt að NATO aldrei verið sterkara. Það reyndist ekki alveg vera þannig. Og það sama oft sagt að einingin í Evrópu hefur aldrei verið sterkari. En það eru svona veikleikar út allt. Það sem að maður getur efast að það sem að verkefni sem þú varst að leggja á Evrópu upphafi var eiginlega bara endurskipuleggja greiningu á vopnaþörf og uppbyggingu vopnaiðnaðar í takt við nútíma kröfur sem að verður ekki gerð nema í samvinnu Evrópuríkjanna. Það ekki endilega víst að Evrópa sé nógu einhuga til þess að geta staðið undir svo stórri ákvörðun. Nei, þetta akkur ég þess að segja að við erum í svona einhvers konar millibils ástandi bara almennt, myndi ég að segja. Og þá eftir að koma í ljós en þetta má heldur ekki gera of lítið úr efnahagsmætti Evrópu. Ég meina að þetta náttúrulega samt stendur undir sem heild. Ég nefndi það í sambandi við félagslegan óróleika vegna þess að þó þú sért uppi og ef þú ert í langvarandi stöðnun þá verður það óróleika. Ég algjörlega sammála þessari greiningu. Meðan þú niðri en ef þú ert að vaksa þá minna óróleika. Og líka þessi flokkar sem að vinna á, hvað flokkar eru þetta? Þetta með þessu Farage í Bretlandi eða Le Pen. Þetta að gerast allstaðar. Mikið, og þetta akkurat með þessum hætti eins og þetta lýsir þessu líka og svo þegar það komast í valda þó ég hefði áður gert svona miklu meiri greinamun á svona valdbóðs eins og Orbán, þetta var náttúrulega maður sem var ekkert
þetta var ekki svona hinn dæmigerði svona róttæki populisti, þetta var fyrst svona liberal sem verður svona íhaldsmanni og svo fer hann að þetta gengur allt út á sama þegar þau komast til valda aftur hún gerist líka í Póllandi áður en Tusk kom til valda það var alltaf að grafa undan þú veist, réttaríkinu fjölmiðlunum þú veist með, og til að bara reyna að viðhalda og sérstaklega eins og tókst í honum hann alltaf gert stjórnarskrárbreytingar eins og hann vildi, hann með það mikið meirihluta á þingi og það er náttúrulega þetta með sketi Babits aldrei gert bæði vegna þess að það er hérna öldungadeildin sem getur bara stoppað alveg bara meira meina allt sem hann leggur til ofboðslega mikið og allar svona hugmyndir að svona róttækar hugmyndir að breyta hann á engan séns að koma þeim í gegn svo þetta verður miklu mildari versjón af einhver svona valdbóðshyggju en að geðslappa ég veit ekki hvað þetta ganga langt þar eins og þetta er maður sama segja ég er í Slóvakíu, ég meina Fico, jú, hann talar svona en ég meina hann gengur ekki gengið eins langt og kemst ekki upp með hluti eins og Orbán það veit ekki Trump, hann er á þessari sömu leið hann segir margt, segir það hætlega og svo kemst hann ekki upp með allt en hann kemst upp með svona 30% af því og smátt að þá er alveg að benda á einkenni þess að það er bara lýðræði í Bandaríkjunum bara stendur veikt og það er náttúrulega með því að beita neyðarvaldi það er akkurat þá hann er að reyna að gera neyðar ástand varanlegt þess vegna er hann að réttlæta þess að senda þess að þjóðverðarliða til ýmsu borgar sem demokratur eru völd náttúrulega þetta er allt svo pólitískt líka þetta er hann alltaf að reyna og hann beitir alltaf veist, þetta er að hættulega við þetta akkurat þetta vegna þess að það er allskis möguleikar fyrir forseta Bandaríkjanna til að beita og ég meina svona valdi eins og hann er að beita núna í Bandaríkjunum Trump hefur verið beitt áður ég meina þú veist þegar að koma upp ég meina þegar stundum í góðum tilgangi ég meina þegar Eisenhower sendi þjóðverðarliða þeir hafa verið að banna að vera að leiða svört skólan og þá var beittan þessu neyðavaldi sem Trump er að beita núna og svo var þjóðarliðinu sigað og hippana í San Francisco 67-68 og svo það eru dæmi þetta en í þessu tilfelli er þetta svo gjörsamlega út í hött einhvern veginn sko. Það er ekkert það geta að gerast á götum hana svo þetta er algjör tilbúningur þá kemur það náttúrulega sérstaklega fram að það skiptir kannski engu máli þess að hann bara endurtekur það og segir að nú getur bara fólk fara út að borða í Washington sem að engi gat áður og engi kannast við þetta sem býr í Washington en hann heldur bara áfram að segja þetta og smátt er náttúrulega til að fá lítil hlutfall Bandaríkjamanna sem búi í Washington þannig allir fyrir utan geta vel verið að trúi þessu bara ég veit það ekki en svo er náttúrulega hættan við þetta það að hann sé að nota þetta til að ögra þetta er náttúrulega ögrunartæki líka þetta er þannig og svo ef fólk fyrir að mótmæla þessu að þá er það notið sem átilla til að ganga lengra beita hervaldi eða einhverju svoleiðis svo þetta er ég er alveg sammála, þetta er bara mjög alvarlegt ástand og gæti verið að gera þetta í tengslum í kosningum það er þekkt einmitt í svona valdbóðsríkjum að þá er herinn mjög sýnilegur í kosningum og fer inn í svona tiltekin hverfi til þess að skapa ugg og róa það er þannig en er þetta, myndirðu segja að þetta sé þróunin, innanlandsþróunin í Bandaríkjunum niðurbrót svona eins valddreifða lýðræðiskerfis myndirðu telja að það væri öryggisógn við Evrópu? Það í sjálfu sér nei, ég myndir ekki að segja það en aftur á móti er hann að það sem ég vil að það sem ég myndi freka líta á alþjóðakerfið það er sem þar sé ég samsvaranir sko, þú veist að hann sé hann er að brjóta niður hluti heima fyrir og svo er hann líka að brjóta hluti fyrir á sko bara á alþjóð ég sé að veikja Sameinuðu þjóðirnar svona mikið eins og hann að gera það er bara að vera alveg áhrifalausar sem er ekki gott fyrir millistór ríki eins og áviðum megnið af Evrópuríkjunum eru bara millistór og smá ríki algjörlega og bara gera Sameinuðu en það hefur hann sagt að hann er ekki verið að leyna því það er markmiðið með þeim og þá komum við aftur að þessu sem að tala áðan ég meina hvert er þá markmiðið er það bara einhver svona heimsvaldastefna eða einhvers konar eða stóru ríkin bara skipta heiminum milli sín sko þetta er eitthvað svoleiðis svona spheres of influence eitthvað svoleiðis bara hann talar þannig sko þá getur hann gert tala náttúrulega þannig Grænland og eitthvað svona og
þú veist, bara skipta og gera samninga við önnur ríki sem hann, þú veist, svo líka þessi afstæðan skakvart Rússlandi, að hún náttúrulega mjög tvíræð líka, stundum með talar vel Putin og stundum illa, þú veist, en svo kannski á einhverjum tímapunkti ef við ekki bara semja við Rússa, þú veist, ég allskyns málmar og hitt og náttúruauðlindir sem við getum bara keypt af Rússum og svo getum við gert eitthvað meiri á heimsvísu í framhaldinu, þú veist, pólitíkinu. Hann talar stundum eins og hann vildi helst leysa heimsmálin með Putin og Xi Jinping og aðri verði síðan bara beygja sig undir þá niðurstöðu sem að þeir komast að. Þegar hann að tala þá lítur út þessum sá heimur sem hann vill lifa í það sem að fulltrúar stórveldana komið sér saman heimskipanina. Þetta ekki hagsmunir í Evrópu og þá myndi maður ætla það að í Evrópu myndi rísa upp vilji til þess að viðhalda alþjóðakerfinu svo að Bandaríkin drægi sig út úr því og vinni jafnvel á móti því, en þá þarf að Evrópa að teygja sig til Afríku og Asíu eftir bandalögum til þess að hafa eitthvað svona alþjóðlegt kerfi sem að vendar lítil og meðalstór ríki, en það eins og það sé ekki, eins og Evrópa sé ennþá svo mikið léppríki Bandaríkjanna að svona sá vilji ekki til staðar. Stundum heyrði maður það fyrir svona 1-2 árum, Macron lét svona stundum þannig, en það hlustaði enginn á hann, þannig að maður heyrir þessar raddir eiginlega ekki í Evrópu, það ekki svona forusta í hver á staða Evrópa veri í heiminum eftir 30 eða 50 ár. Nei, það sem Evrópa núna verður að fara að huga sem sagt að leggja línur með, og þetta sem að segja að það rétt og það rétt ekki, mér finnst ekki nóg mikil gagnrýni á það hvernig Trump er að ganga gegn alþjóðakerfinu sem svona, og það er alveg rétt að Evrópuríkin styðja þetta kerfi og vilja það sé og bara styðja þetta kerfi sem þau telja að náttúrulega þau fengi mikið út í því og það eiga náttúrulega 2 ríki þarna aðild að öryggisráðinu sem eiga ekki heima þar, þú veist, eins og Frakkland og Bretland, en þetta hefði maður haldið að það væri kappsmál að haldi þetta kerfi og það hlýtur líka að vera það sem Evrópuríkin verða að hugsa þegar þeir að skilgreina stöðu sína í nýjum heimi og að bara hvort að það gangi mikið út á það að halda í þetta alþjóðakerfi sem var miklu leyti sem var skapað áður. Þetta sé svona hluta þessari svona sjálfsmynd sem þeir þurfa að gangi bara endur í raun og veru skilgreina dálítið. Þú veist, bara í ljósi ástandsins, þú veist, eitthvað svona. Og líka, eins og þú lýsa því að sé gamalt kerfi sem orðið fiskið og að svona gerast upp, að þá kemur svona millibilsástand og þá skiptir það máli að einhver rétt upp hend, því að það getur orðið sá sem að fer fyrstur á stað, hann getur leitt okkur að nýjum heimi, en það eins og Evrópa mætti kannski fara að velta fyrir sig hvort að þetta gera eitthvað til þess að framtíðin yrði þeim að skapi, því ef þau gerir ekki neitt, þá er mjög líklegt að þau lifi í framtíð einhvers annars. Gæslappa sjúkdómseinkenni með þessi þróun, valdbóðsþróun og eitthvað þeim og þessir róttæku hægriflokkar. Þú sakfræðingur og þú ert að tala svona kerfi sem svona gefur eftir og það verður svona millibilsástand. Kann það benda mér á einhver tíma í mannkynssögunni sem sambærilegur? Þetta aftur. Alltaf, ég er nú svona því að vanalega þetta kóngurinn dauður, lengi lifir kóngurinn en þetta eiginlega kóngurinn dauður bara til millistríðsárana, það sem ég þekki líka best þá var náttúrulega líka gerð tilraun til að búa til nýtt kerfi þjóðabandalagið, ekki satt sem bara var ekki starfi sínu vaxið heldur og bara dó, ekki satt dó formlega í miðju stríði en var náttúrulega bara eftir að hafa ekki gripið inn í til dæmis eftir að Ítalar réðust inn í Eþíópíu og þá var ljóst að þá hafði þjóðabandalagið engan trúverðleika og þá var talað svona, náttúrulega það sem gallin við það kerfi að þar voru fyrst Bandaríkin fyrir utan það kerfi, líka Rússland eða Sovétríkin, síðan fóru Sovétríkin inn, þannig að reikin út aftur til Finnland, ráðast inn í Finnland, að þá sem sagt en þá var þetta talað svona fjölpóla kerfi
eins og við virðumst vera að fara inn í einhvers konar fjölpólakerfi en það var náttúrulega mjög veikt ekki satt, það kerfi og endaði með stríði seinni heimsstyrjöldinni. Þannig þetta ekki... Nei, þú veist, auðvitað má maður ekki nota söguna bara sem eitthvað... Nei, ég að segja, auðvitað má líta tilbaka að það ýmislegt sem að gerast í dag, líka bara þessi uppgangur þessara hægri öfgaflokka og svona, ég meina þetta nákvæmlega sem gerist líka á miðstríðsárunum, ekki satt? Og þó að þessi populismi, þessi hægri populismi í dag, svona, þetta ekki að sama fyrirbæri og svona fasta flokkar en samt, ég lít svo að svona, þú veist, það ýmislegt þessi ofuráhersla á þjóðríkið og þjóðernishyggju þessar vantrú og alþjóðastofnanir hvort sem þjóðabandalagi eða einhver svona og Evrópusambandið líka í dag þú veist að þetta er sameiginlegt, ekki satt? Og rík tilfinning fyrir því að þróun samfélagsins sé á okkur milligöndum? Já, einmitt algjörlega og bara akkurat gegn innflytjendum líka og einhver svona púrismi þú veist að svona í sambandi við þjóðir þú veist að þetta geta blandast innbyrðis og eitthvað svona sko. Þetta eru spennandi tímar sem að enginn vill lifa á samkvæmt kínverskri speki en það kannski ekki þetta spennandi fyrir þig í þínu valdið þitt svona sérfræðisvið það aldrei soðið eins mikið í pottunum þínum. Nei, það mjög áhugavert. Þetta kemur líka fram þegar maður að kenna að nemendur sína þessu efni mjög mikinn áhuga og eru mjög virk sem náttúrulega mjög jákvætt að fólk þarf að vera virkt á svona tímum. Ég fór á leiðinu upp yfir var ég að velta fyrir mér maður í þinni stöðu sem að verður að fylgjast með en þú lifir í heimi þar sem að menn fara og skrifa svo ritgerð sem að gefur út eftir 4 ár og þá tíminn liðinn og ég á í vandræðum með að fylgjast með þessu og stundum maður bara að reyna að ná einhverju sem næstu bara spjallþætti þar sem að menn eru orða hugsanir áður en það verður að blaðagreinum þannig að maður er að reyna að finna eitthvað hvar maður getur náðu einhverju svona púls í þessu þetta er þannig ég er náttúrulega sagnfræðingur þú veistu, svo ég sé nú stundur líka svona nálægt stjórnmálafræðinni sem er svo mikið í samtímanu og ég reyna að kombinera þetta tvennt og þá getur maður nota líka samtíman til að setja inn í sögulegt samhengi eins og þurfum að bera saman kerfið í núverandi kerfi og millistríðsárunum og svona. Svo að mér finnst það mjög maður fær hugmyndir, þannig. Þegar maður er að rannsaka eitthvað í fortíðinni og maður sér eitthvað í samtímanum sem mikla skírskotanir. Það er svo mikla breytingar eins og til þess að við erum að ræða hér hvað gerist ef að Bandaríki svona drægi sig úr NATO kannski ekki alveg en verði kannski bara að hafa ekki sömu miðlægu stöðu áður eða jafnvel að það sé bara ekki ljóst hvort að þeir alltaf standa við svona skuldbindingar að verja aðra þjóðir. Svona hreyfing sem að virka kannski einföld hún hefur náttúrulega óendanlega miklar afleiðingar inn í Evrópu, líka í stöðu Bandaríkjanna í heiminum og eitthvað fleira. Þetta sem að gerir þennan tíma svo ævintýralega furðulega því að það getur orðið svona eðlisbreyting á stöðu Evrópu í alþjóðamálum og líka bara að segja ég meina maður sér ekki fyrir hvernig þetta þróast á nokkuð það er svo erfitt að sjá þetta fyrir hvert það eru svona eins og segja ákveðin sjúkdómseinkenni hér og þar en það er ekki komið í staðinn það er ekki þar og það er ennþá öfl sem er að takast á svo að þetta er alveg hárrétt og líka bara á svona breytingatímum sem við lifum á þá er þetta sem að maður reyna bara að átta sig á þessu ástandi setja þetta með eitthvað samhengi og það sem kemur mér mest óvart þegar maður lítið tilbaka annan svona sögulegu samanburður að þeim svo kaldaræstistímanum eins og hvernig Trump hegðar sér í dag í alþjóðapólitík bara hvernig hann skipar hinum að þjóðum fyrir þetta hefði ekki getað gerst með sama hætti bara það er alltaf mjög svona strúktúr svona
bara hindranir til að geta þessu, en það bara allir einhvern veginn það talar enginn veru illa hann þú veist, það talar allir illa hann en ég meina allir sko leiðtogar þú veist, út á við þú veist, það alltaf tilbúinir til að taka undir og eitthvað svoleiðis og ekki taka gegn honum beint og þeir óttast þú veist að það geti haft verri afleiðingar sem er mjög undarlegt ástand sko. sem allir tala því að sumt sem að þegar ég horfði á blaðamannafund Hansson Netanyahu tilboð hans til Gaza þetta var náttúrulega bara, það var ekki heil brú í þessu þetta var, mér finnst þetta að vera bara eins og væri bara einhverjir 9 ára krakkar að tala sko, því að þetta var bara engin sans fyrir stöðunni þarna, þeir nefndi ekki Vesturbakka þetta var svo, en samt látið eins og þetta sé eitthvað sko testament Já, eftir að útfæra þetta alveg og náttúrulega það búið að skrifa líka Palestínumenn út úr þessu handriti það maður veit ekkert hvað hlutir ekki það var ópólitískir og ekkert verið að blanda með Vesturbakkanum inn í þetta á neitt hátt og þar og svo líka þú veist svo Blair að fá hann og svo hann að minnast á forna sigra eins og Kosovo eða Sierra Leone en þar voru þetta sko þar fór Sameinuðu þjóðirnar inn þetta verður alltaf vegum Sameinuðu þetta voru umboð Sameinuðu þjóðana til að gera þennan hluti Blair kom að samningunum í föstudaginn langa í Írlandi ef þú skoðar sko hvað gert við IRA í þeim samningum að þeim boðin það var lykilatriði að bjóða þeim leið út úr þessu til þess að verða pólitískt afl. Já, en þarna, í þessu tilfelli er ekkert svoleiðis og það ekki neitt. Nei, það ýmislegt svona sem, og líka bara, þú veist, út á Íraksstríðinu, að þá náttúrulega vekur það ýmsar spurningar hansið þarna. En svo má alveg vera, ég það ekki starf að þetta væri, sem var á bakvið þetta mjög mikið, væri Kushner, þessi tengdarsonur Trumps. Já, bæði það, þessar hugmyndir að gera þetta einhverju frísvæði, einhverju svoleiðis þarna. En líka bara á bakvið tjöldin að hann við svo góð sambönd í Miðausturlöndum við alls mörg Arabaríki og líka Blair sem einn af þessum stjórnmálamönnum sem hafa stór auðgast eftir hann hætti í stjórnum það sambandi við Evrópu og öryggismálin þá ætla ég að búa til skýringamynd að Bandaríkin hafi verið svo stórt atriði í öryggismálum Evrópu og þegar við erum að gæla núna við að þau fari að þá þetta eiginlega staðan það þetta tóm sem að verður eftir sem að menn ættu ekki að hugsa að það verði eitthvað svipað sem myndi fylla í það heldur eiginlega bara opið algjörlega hvað getur þetta orðið og þess vegna þetta sem að þú ert að leggja áherslu á þetta tóm sem að það eiginlega ekki hægt að ráða í framtíðin Nei, það ekki að ráða framtíðina þó að við sé ekki tímabært á þessu stigi að segja að Bandaríkjur sem fór út úr Evrópu það ekki, við erum ekki þar það er samt eitthvað sá valkosta sem verður að leggja á borðið til þess að geta það verður að taka algjörlega mjög alvarlega þann kost að það gerist Herðu, Valur, takk fyrir að koma hingað og ræða við mig, alltaf gaman að fá þig Takk og við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag sem við lifum í, næsti kafli eftir augnablik Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is